Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Sko, til að byrja með þá ætla ég einlega bara að vera í hálft ár eftir skólanum og ég átti íslenska hesta úti. Ég ætla bara að sjá hvaðan þau eru og hvernig landið lítur út og hvað mann getur ímyndað sér ef mann er að tala um Ísland. Og svo bara kom ég og var fyrst fyrir sunnan frekar lengi og ákvað svo að reyna að komast inn í Hólaskóla sem gekk bara fínt og ég komst inn og mátti byrja og það var einlega svona fyrsta snerting við Skagafjörð og mér leist bara ógeðslega vel á landslagið og fólki hérna, hestamennsku og hestalífið og það var einhvern veginn bara aftur og aftur norður og ég er búin að vera hérna núna í næstu 3 ár og mér líst bara vel á þetta. Við erum komin í hesthúsið á Miðsitju í Skagafirði og viðmælandinn er Sina Scholz, tamningakona sem elti drauminn frá Neustadt í Þýskalandi þar sem hún ólst upp og hingað til Íslands. Drauminn að geta helgað sig íslenska hestinum. Ég byrjaði einlega að fara á hestbak þegar ég var svona 6 ára, 7 ára. Þá mátti mann byrja í reiðskólanum sem var nálægt heimabænum mínum og það var sem sagt reiðskóla með íslenskum hestum. Þannig að það snerti einlega sko íslenska hesta fyrst og ég ætlaði einlega aldrei að fara á neitt annað nema íslenska hesta. Svo voru það ekki svo stór, sérstaklega af því ég er ekki stór og ég var ennþá minna þá. Þannig að þetta var einlega bara mjög passlegt fyrir mig að byrja á íslenskum hestum, var svona hugsunin og svo bara vildi ég ekki fá neitt annað af því að íslenski hesturinn hefur bara svo mikið með sér. Hann er svo flott útlit og oft svo fagsprúðir og prúðgeðslagt líka og svo er bara ógeðslega gaman að ríða ekki bara 3 gangtindir, heldur 5. En það er held ég ekkert meira gaman en að sitja á hesti, veltömdum hesti og hann gerir bara akkurat það sem hann segir að gera og hefur gott samband. Ég er sem sagt tamningakona og reiðkennari. Ég er líka stundum að dæma, ég er íþróttadómari líka og þetta er eiginlega akkurat það sem mér finnst ógeðslega gaman að gera. Það er að þjálfa hesta og gera þau betri, sýna þau á mótum eða kynbótasýningum og svo er ég að hjálpa öðrum að þjálfa hestana þeirra, gera þau að betri reiðmanni og ég hef sem sagt kennt við FNVAF í hestabraut og svo líka á Hólum í háskólanum þar sem ég var að læra sjálf og það var rosalega gaman. Og svo er ég ofta að fara út til Þýskalands eða Austurríkis og er að kenna þar fólki sem er með bara eins jafn mikið áhuga og ég og það er ógeðslega gaman og mér finnst það bara einlega bara skemmtilegasta í heimi sko, að vera í öllu sem tilheyri hestamennsku. En þó að það sé gaman að þjálfa annarra manna hesta, þá jafnast ekkert á við það að vera með sinn eigin. Þetta er einlega bara ást í lífinu mínu myndi ég segja. Þetta er sko grahestur sem ég á sjálf. Hann Nói frá Saurbæ. Hann er 9 vetra og ég keypti hann þegar hann var 5 vetra. Og síðan erum við einlega bara búin að ganga í gegnum rosalega mikið og erum búin að ná bara mjög góðum árangri í keppni og kynbótadómi. Hvaða góðum árangri segir þér? Sko, við erum sem sagt búin að taka þátt á landsmóti sem var rosalega stór skref fyrir mig persónulega og það gekk bara fínt hjá okkur. Og svo var ég að sýna hann síðasta ár í kynbótadóm og þá var hann hæststemmdi hestur á sýninguna og í rauninni í Skagafirði nema einn sem fór út á heimsmeistarmótið, hann var alveg náði heimsmet, við náðum því nú ekki en við náðum 8,75 fyrir hæfileika sem er rosalega góður árangur og það er eitthvað sem ég mun örugglega aldrei gleyma. Þetta er bara, já,
bara besta sem við höfum gert við Nói. Þetta var í rauninni bara eins og hvert einasti þjálfunardagur hjá okkur og við bara gerðum okkur besta og vorum að vinna saman og vorum bara rosalega gott tím og bara dómarum líst bara mjög vel á þetta og okkur náttúrulega líka og svo þegar ég las einkunnir og heyrði hvað við fengum, það var einlega bara, já, ég veit ekki, þetta var einlega bara besta tilfinning sem ég hef svona hingað til upplifa, sko. Þetta var alveg æði. Nói er orðinn vinsæll til undaneldis og hefur gefið af sér góð folöld. Hann er bara rosalega svona mannelskur, en já, þetta er mikið töffari, sérstaklega með lukkið, sko. Hann er náttúrulega rosalega fagsprúður og flottur og alveg svartur, þannig að það er svolítið fas á honum, sérstaklega þegar mann getur svolítið fleytt honum áfram og sína hvað hann getur. Mikið fótaburður. Sína er ein fjölmargra ungra kvenna frá Þýskalandi sem hafa heillast af íslenska hestinum. Sko, oftast er þetta nú fyrst íslenski hesturinn og kannski náttúran og allt svoleið sem skiptir mestu máli og svo er mann að kynnast einhverjum manni. Það er bara þannig. En það er nú kannski ekki allir sem festast hér út af íslenskum kallmönnum, en sumir alveg klálega, sko. En svo eru líka konur til sem einmitt bara elska þessa náttúru og þessa menningu sem er hér og frjálsleika og þessi frelsi sem hann hefur kannski ekki í Þýskalandi. Þetta er allt öðruvísi, held ég, að vinna hér með hesta og úti. Man hefur svo miklu meira stuðning hér, það eru svo margir sem skilja, sko, af hverju mann er að vinna með hesta. Þetta er svo miklu meira í öllum hér að tengjast þessa hesta. Það er bara svolítið sögu í því. Og svo náttúrulega íslensku manni, það er bara algjörlega eitt stór punktur líka. Hver er svona framtíðar draumurinn þinn? Mér langar náttúrulega helst að eiga bara góða ræktun. Ég ætla að rækta hross, ég ætla að sýna hesta og gera góða þjálfaði upp í það besta sem þeir getur gert. Og ég ætla að bæta mig sem reiðmanni og náttúrulega líka reiðkennara til þess að hjálpa öllum sem eru eins mikið ástfangin af íslenskum hestum og ég. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.